Þá er það þriðji hlutinn og hann er að uppsetningu til spegilmynd af öðrum hluta en hann er með annað munsturþema. Og nú er það manngert efni sem eru net. Og eins og í öðrum hluta þá ætlum við að vera með 144 lykkjur hér sem þýða 1, 2 og 3 munstur og háa lykkjan eða langa lykkjan sem fer alla leið upp, hún fær að vera með. Og þá gerum við eins og áður að við þræðum þessar fyrstu 144 lykkjur að frátöldum snúrukantinum, hann er 3 lykkjur hérna á endanum. Bætist náttúrulega við þessa tölu en komum öllum lykkjónum sem við ætlum að nota upp á prjónin. Svona og geymum þetta enn sinn, ég ætla bara að binda þessa enda hérna saman svo þeir flækist ekki eins mikið fyrir mér. Þá eru hérna eftir 4 kaflar í miðjunni og við erum hérna með 3 kafla eða 3 einingar af hluta 1. Og við ætlum að byrja frá réttunni eins og á hluta 2 en nú þurfum við að vinna svolítið öfugt vegna þess að við erum náttúrulega hinum megin og að þessu sinni þá kemur úrtakan hérna megin. Það er þessi hægri hlið sem heldur áfram, þannig að úrtökurnar verða alltaf í lok umferðar. Og við ætlum að búa til snúrukant úr þessum hérna 3 og við ætlum að taka úr í hverri umferð frá réttunni. Fyrsti liturinn hér eins og í hluta 2 er litur 3. Og byrjum að því að prjóna eina umferð þvert yfir alla lykkjur slétt. Snúrukanturinn hér, hann verður alltaf bara 3 lykkjur, engin úrtaka. Svo förum við bara sem leiðlykkur yfir umferðina og stuttu umferðina koma nefnilega ekki hérna megin heldur hinum megin. Þannig að þessu sinni þá byrjum við á löngu umferðinni og undan stuttu umferðunum en ekki á eftir eins og í hluta 2. Þá nálgast ég hérna endan og ég þarf að vera með 4 eftir, snúrukant pluss úrtöku. Þannig að það er 1 hérna, svo ger ég 2 til hægri og 2 sléttar og við munum hér að halda slaka hérna megin. Núna þurfum við ekki að gera það í upphafi umferðar, heldur í lok umferðar og jafnvel í byrjun umferðar frá röngunni að toga ekki of fast í þennan snúrukant þegar við byrjum. Leyfa honum þess að vera. Nú, hér tekur við kunnulegt stef nema frá röngunni að þessu sinni. Það eru 44 lykkjur. 10. 40 og 1, 2, 3 og 4 og við lendum hérna rétt fyrir framan löngu lykkjun okkar. Alveg eins og á hinu stykkinu. Prjónamerki fyrir á og við kunnum þetta. Það er að snúa við, sveifla lykkjunni yfir á hina hliðina og prjóna tilbaka. Og núna er úrtakan okkar á bakaleiðinni í lok umferðarinnar hérna. Ég stoppa þá þegar eru 4 lykkjur eftir. Þá ger ég úrtökuna mína
tvær saman núna til hægri, að því við erum að vinna í hináttina. Tvær til hægri til að halla til hægri eins og vængurinn mun gera. Prjóna þessar 3 fremur laust og snúa. Og svo höldum við áfram með sama hætti og í hluta 2. Hérna ætlum við að taka frekar laust í bandið og prjóna tilbaka þangað til að 4 lykkjur eru eftir að þessum hérna snúningi. Og það þýðir 2, 4 áður en hann kemur. Og svo aftur 4, 4 og 4, þangað til í síðustu umferðinni erum við að vinna með 2. Ég ætla að sjá okkur þegar við erum komið þangað. Þá er ég að verða búið með þetta. Hér erum við með nákvæmlega sömu tölur og í hluta 2. Það eru 44, það eru 38, það eru 32, 26, 20, 14, 8 og í lokin verða 2. Hér koma 8, semst ég prjónaði 8 í hináttina, nú breytast þær í 7. Hér með, þegar ég tek þessa úr og prjóna þetta svona í lausari kantinum. Þetta mun allt saman togast til og jafna sig í lokin. Og þá er það 2, 1 og 2 og þá er eftir 4 hér og ég sný og varpa þessari yfir og þá er bara síðasta hér úrtaka og kortinn og ég var búin að gera fyrir hlutan af garðinum hér og núna klára ég garðinn á leiðin tilbaka með því að prjóna slétt yfir allar og taka þessar 2 saman. Fyrsta hér, svo eru 4 í næstu, hérna, 1, 2, 3, 4, 2 og 2. Það góða við þessar stuttu umferðir er að þær sjást eiginlega hvorki frá réttunni röngu, þannig að við vinnum bara áfram hér. Og ég sé hver þegar ég er komin á réttuna aftur og þá förum við að gera millikaflann og aftur er val lykkjur eða hnúta. Og ég ætla að halda mig við að gera eins og ég gerði á hinu stykkinu og spegla það. Ég gerði fyrst lykkjur og svo í seinni 2 milliköflunum gerði ég hnúta og ég ætla að halda mig við það. Ég ætla að fylgja ykkur á stað inn í fyrstu umferðina bara til að rifja upp aðferðirnar en sé ykkur þegar ég er komin yfir á réttuna. Við erum nefnilega með aðeins annan veruleika núna á prjónunum. Í þetta sinn minnka umferðirnar ekki hérna megin. Þannig að við þurfum að búa til breytileikan á milli munsturumferða sem þýðir að í fyrstu lykkjuspóra umferðinni þennan snúrukant prjóna ég bara venjulega þéttan. Þá ger ég eina lykkju, slétta og síðan 1 lykkjuspor og endurtek þetta út umferðina. En þegar ég er aftur komin yfir á réttuna, búin að prjóna allar sléttar frá röngunni, þá þarf ég að færa mig og byrja á því að því það er engin úrtaka, þá þarf ég að færa lykkjusporið yfir á fyrstu lykkjuna og sem sagt víxla. Þannig ég geri þá lykkjuspor slétta, lykkjuspor slétta. Sama á við með hnútana, að þegar við gerum hnútana þá byrjum við á 2 sléttum og svo kemur 1 hnútur þar sem við sækjum, vörpum yfir, sækjum og prjónum. Það heyrist kannski í hundinum mínum hérna bakvið. Þannig þá gerum við 2 og svo 1 og svo 2 og 1 hnút. Svona. Og þá þarf ég í umferðinni þar á eftir, þá byrja ég á einum hnút hér, gerir síðan 2 sléttar, svo hnút til þess að fá hallan hérna yfir í hnútamustrinu.
Og í þriðju umferðinni þá ger ég eina og svo hnút og svo 2 og hnút. Og þetta er skrifað í leiðbeiningunum en gott að bara minna á þetta strax í upphafi. Aftur á móti breytist takturinn hérna megin að sjálfu sér vegna þess að við höldum áfram með úrtökur og fækkum hérna megin. Þannig að ég ætla að dúlla mér í að gera lykkjuspórin mín og það eru 3 endurtekningar af einni lykkjuumferð slétt tilbaka frá röngu. Því sem gerir hnútana er það að gera eina hnútaumferð og svo brugnar allar lykkjur nema hnútana á bakaleiðinni. Hnútana prjóniði slétt frá röngunni til þess að varpa hnútnum yfir á réttuna og munið að gera hnútana laust til þess að það sé auðvelt að prjóna þá frá röngunni eða auðveldara. Þið sem hafi gert hnútana nú þegar vitið alveg hvað ég er að tala um. Og þó að ég sé að gera þetta samhverft, að þá er engin bundin af því. Viljirðu hafa þetta allt saman út og suður, þá er það algjörlega frjálst val. Hafið getur gert svo margt og náttúran er mjög sjaldan samhverf. En mér finnst mjög fallegt að hafa þetta kögur í kringum ígulkerið og öldurnar þar. Það var svona smá fróðu þar í kantinum og svo eru hnútarnir líka fallegir, þannig að þeir mega vera með. Og skemmtilegt að prófa að gera báðar aðferðir. En ég er sérst lögð af stað og ætla að klára þennan millikafla, hitt ykkur aftur í næstu stuttu umferðum. Sjáumst þá. Þá er ég búin með lykkjurnar mínar, 3 svona umferðir og ég get sagt ykkur eitt leyndarmál og það er að einhvers staðar hér þá gerði ég 2 lykkjur í röð og síðan 1 bil. Og ég nefndi ekki að rekja það upp, þannig ég gerði bara næst 2 sléttar og aftur 2 lykkjur yfir. Þannig að með öðrum orðum að það er ekki alltaf sem að munstrið heppnast hjá manni fullkomlega en í einhverju svona kaotísku þá skiptir það engu máli. Nú, við höldum áfram á kunnuglegum slóðum með seinni beygju hér. Hérna er komin 1 og hún er að spegla beygjuna hinum megin og við erum að vinna úr gagnstæðri átt. Hérna tókum við úr til vinstri, hérna tókum við úr til hægri. Millikaflinn endaði hérna í byrjun umferðar frá réttu. Og við þurfum þess vegna að prjóna eina slétta umferð út á enda til þess að geta byrjað á stuttu umferðunum úr þeirri átt. Og hérna erum við með venjulegan snúrukant, bara þessar 3 lykkjur og þær mega vera svona þokkalega þétt prjónaðar, það er allt í lagi. Og svo vippum okkur hérna yfir eina umferð af sléttum lykkjum og ég ætla að kíkja aftur inn þegar ég er komin á þann stað að ég megi fara að snúa við. Og þá er ég að koma hérna út á endan og minni á það að það er úrtaka hér til hægri og prjóna kantinn og snúa. Og alveg eins og í kafla 2 að þá prjónum við núna þessar hérna lykkjur og þær eru 32. Tökum þessar fyrstu 3 óprjónaðar. Hérna var úrtakan. Munum að hafa þetta frekar lausari kantinum og svo er það að prjóna lykkjurnar heim að merkin okkar. Þær eru 32 og þá snúum við og gerum stuttu umferðarsnúningin með því að taka lykkjuna yfir og bandið yfir til að búa til 2 lykkjur. 32 lykkjur hérna heim að merkinu og förum yfir á réttuna og tökum þessa tilbaka, vippum henni yfir og svo koll af kolli. Og þegar allar stuttarumferðir eru búnar þá lokum við dæminu með því að fara aftur slétt frá röngunni alla leið yfir og klára þennan eina garð sem að umlykur stuttu umferðirnar. Og þá er millikaflinn búinn og þá tekum við netamönstur. Netamönstur númer 1 og hér er ein eftir, þá tökum við úr
til hægri, prjóna frekar laust, soddan. Geri ég styttri og styttri og síðan alveg lokin yfir allt og þá leysa úr tvöföldu lykkjunum, prjóna þær eins og eina, prjóna þess að tvöföldu saman og ég sé ykkur þegar ég að byrja að setja upp fyrsta netamönstur. Fyrsti beygjukafli þá búinn og við erum komin hérna aftur á upphaf umferðar frá réttu, sleppum þá lit 3 og næst tekur við litur 1 og með honum ætlum við að gera fyrsta netamönstrið og það allra fyrsta sem þarf að gera uppsetningar umferð, 2 uppsetningar umferðir þar sem við prjónum bara slétt yfir brugðið frá röngunni tilbaka. Og sjálft mönstrið byrjar eftir teikningunni eftir það og það bara nákvæmlega eins og það sýnt á myndinni, 2 sléttar til hægri, slegið upp á tvisvar, 2 sléttar til vinstri og aftur 2 sléttar til hægri, slegið upp á tvisvar, 2 sléttar til vinstri. Þannig við erum alltaf að gera 2 saman og þar á milli 2-faldan uppslátt. Og þetta endurtekur sig umferðin og enda. Og ég teiknaði inn á munstrið hvernig munstrið minnkar hér. Og þar sýni ég líka hvernig við þurfum að leysa munstrið öðruvísi hérna megin eftir því hvar það hittir á í úrtökunum. Og það getur enda með því að gera bara 2 sléttar og svo 1 sléttalykkju sem gengur af. Eða það getur verið einfaldur uppsláttur eða einfaldur uppsláttur og 1 slétt. En megin málið það að yfir alla umferðina þá á alltaf að vera 1 uppslag á móti 1 úrtöku. Þannig að þegar við tökum úr til hægri og síðan úr til vinstri þá 2-faldur uppsláttur þar á milli sem eru þá 2. Og svo ef við endum á helmingnum af þessu kannski hérna úti að þá verður 2 sléttar saman og svo einfaldur uppsláttur. Þannig að það er alltaf 1 á móti 1. Og í upphafi umferðar þá erum við ýmist að taka þessar 2 strax saman til hægri eða þá að slá einfalt upp á og taka næstu 2 saman til vinstri. En það kemur betur í ljós þegar við byrjum að prjóna munstrið. Núna ætlum við bara að gera þessa uppsetningu og höldum áfram með úrtökuna vinstra megin að sjálfsögðu eins og bara hingað til og ég kem tilbaka þegar ég búin að fara fram og tilbaka hér, slétt frá réttu, brugðið frá röngu. Þá setjum við munstrið upp og ég ætla að kenna ykkur smá trikk varðandi bakaleiðina, að stilla upp lykkjunum með því að fara ýmist með prjónin yfir eða undir bandið þegar við sækjum það. Og þetta eitthvað sem ég fjallaði líka í áferðsjalinu, að þegar maður að gera svona gatamönstur, 2 saman til hægri og vinstri, að þá getur það spara manni vinnu á réttunni að vinna lykkjurnar frá röngunni þannig maður stilli þeim upp svo þær liggi rétt við því sem kemur á eftir. Það skýrir sig allt saman á eftir, en fyrst ætlum við að klára þessa uppsetningu fram og tilbaka, sé eitthvað þegar það búið. Það kannski ekki að taka það fram að prjónamerkið má fara. Það ekki að gera neitt fyrir okkur núna á næstunni. Búið að þjóna sínum tilgangi hérna við að passa stuttumferðirnar. Ég bara klára umferðina með úrtökunni og vippa mig tilbaka og fer svo af stað með sjálft munstrið. Uppsetningarumferðin eða þessar 2 hérna eru komnar, slétt frá réttu brugðið frá röngu og nú kemur munstrið og á teikningunni þá appelsínugulur kafli og hann rammar inn í raun og veru svæði sem þið eruð að endurtaka. Ég ekki búin að telja hversu oft yfir umferðina það gert, en allra fyrsta súlan, lóðrétta, hún sýnir fyrstu lykkjuna í munstrinu og í raun þá alltaf upphaf umferðar hérna. Síðan tekur við bara endurtekning á alltaf sömu 4 lykkjunum, umferðin og enda.
Og svo í lokin þá þessi halli sem sýnir hvernig umferðirnar enda og það eru 4 mismunandi útfærslur á endanum sem að endurtaka sig líka upp. Skulum við sjá, það fyrsta sem við gerum að prjóna 2 saman til hægri. Sláum upp á 2 og prjónum 2 saman til vinstri. Þetta kjarninn í munstrinu, við endurtökum 2 saman til hægri, 2-falt uppslag, 2 saman til vinstri, 2 til hægri, 2-falt uppslag, 2 til vinstri. Koll á kolli. Með þessum hætti, þannig það koma alltaf 2 saman, 2 saman, 2 uppslag, 2 saman, 2 saman, 2 uppslag. Nú koma 2 til vinstri, 2 til hægri. Þannig að úrtökurnar, þær snúa í sikkvora áttina frá uppslaginu. Við erum að búa til halla frá þessu stóra gati sem mun myndast hér og svo frá því líka í hina áttina. Þannig að til hægri, 2-falt uppslag, til vinstri. Þetta málið út á enda. Sé ykkur þegar ég komin að endanum. Alveg að koma að endanum. Þessa ætla ég að taka af og þessa var ég að gera 2-falda til hægri. Þannig hér á ég pláss fyrir 2 uppslög og 2 saman til vinstri. Áður en ég prjóna úrtökuna við snúrukantinn, sé svona. Þannig að hérna gekk munstrið alveg upp samhvert í fyrstu umferðinni. Og nú að prjóna tilbaka frá röngunni og við prjónum allar lykkjur brugnar nema að það seinni lykkjan í uppslaginu sem á að vera slétt. Þannig ég prjóna fyrstu sem voru 2 saman, svo ætla ég að gera brugna og slétta. Öðruvísi get ég ekki prjónað 2 hér, það fer bara rekur sig upp sjálft. Þannig það brugðin og slétt og það punkturinn sem sjáið á bakaleðinni. Brugðin slétt frá röngunni verður brugðin frá réttu og svo prjóna ég hér. Og hérna ég að búa mér í haginn fyrir næstu umferð og það geri ég með því að prjóna, sem sagt ef ég að gera venjulega brugnalykkjur eins og flestir á Íslandi gera, þá myndi ég fara hér í þessa og ég myndi fara yfir bandið, svona. Svo myndi ég fara í fyrri lykkjuna hér, yfir bandið, svona. Þá snúa þær rétt á röngunni til þess að prjóna þær 2 sléttar saman í þá átt sem þær eiga að fara. Síðan ætla ég að gera sléttulykkjuna og ég fer undir bandið til að ná í hana. Ég að gera hana líka öfuga. Og síðustu ger ég venjulega brugna og fer þá hérna undir bandið. Þannig að þessi hér, brugnalykkjan á undan uppslögunum, hún fer yfir bandið og sækir það. Fyrri lykkjan hérna í uppslaginu sem brugðin, hún fer yfir bandið, svona. Sléttalykkjan sem seinni lykkjan hér, hún fer undir bandið, öfugt við það sem við gerum venjulega. Og þessi sem kemur á eftir uppslögunum, hún fer undir bandið og sækir það þannig. Þannig að yfir bandið, undir bandið slétt, undir bandið brugðin. Yfir bandið brugðin, undir bandið slétt, undir bandið brugðin. Og ég ætla að snúa bara við hérna til að sýna ykkur hvað þetta gerir. Í næstu umferð,
þá ætlum við nefnilega að búa til gat hérna á milli. Þá prjónum við þessar saman og þessar saman og búum til gat hérna á misvíxli við hin götin. Þá þurfum við að taka 2 saman til vinstri. Við erum í raun og veru að loka þakinu yfir þessu gati hér, þannig að koma 2 saman til vinstri hér. Ég er búin að snúa þeim þannig ég get prjóna beint inn í þær. Ég þarf ekki að taka þær í svona slip nitt. Þannig ég get farið hérna inn í þær. Þessar sem ég ætla að prjóna 2 saman til hægri, ég er búin að snúa þeim þannig ég get farið beint í þær hér. Og svo ger ég uppslagið mitt og svo fyrir ég beint inn í þessar, teka það saman til vinstri og svo beint hérna megin frá inn í þessar og svo uppslagið. Og ég ætla að fara aðeins aftur yfir þetta aftur. Þið hafið nógu margar umferðir til áttekur á þessu, en ég geri alltaf svona laga, þetta er svona háþróið leti, það er að vinna aðeins flóknara verk til þess að þurfa svo ekki að gera það sem að annars þyrfti að gera. Lykkjan fyrir uppslagið, hún ætlar að sækja yfir bandið. Fyrir lykkjan brugna hér, hún ætlar að sækja bandið yfir með prjónin. Slétta lykkjan í uppslagið, hún fer undir, sem ekki það sem við erum vön að gera yfirleitt. Og þessi brugna hér, hún ætlar að fara undir. Þessi ætlar að fara yfir, þessi fer yfir, þessi fer undir og þessi fer undir. Yfir, yfir, undir og undir. Og það þýðir að þegar við erum komin út á enda, þá liggja allar lykkjurnar rétt við okkur. Sú umferð byrjar á einföldu uppslagi og strax 2 sléttum til vinstri og svo 2 sléttar til hægri og svo 2-faldu uppslag. Og umferðin þar endar á 2 sléttum til vinstri og svo 1 stakri sléttri lykkju sem gengur af. Og áfram gakk samkvæmt munstri. Þið ráðið hvort þið takið háþróuðu letina mína til ykkar eða ekki. En ef þið gerir það ekki, þá gætu þið þurft að vera að snúa lykkjunum alltaf við á prjónunum til þess að það liggi rétt í úrtökunum. Þannig að þið ráðið hvað þið gerir í því, en þetta er mitt ráð til ykkar. Nú ætla ég að halda áfram að gera slatta af umferðum á þessu og við erum í raun og veru að prjóna eftir þessari mynd þar til við erum með 97 lykkjur á prjóninum fyrir utan snúrukantana. Þá er ég komin hingað og þetta fínasta net komið. Úrtökurnar hafa verið gerðar hérna allan tíman og það er auðveldar að telja lykkjurnar þegar við erum búin að prjóna tilbaka frá röngunni. Það er svolítið erfiðar að telja uppslögin, en við höldum bara áfram að prjóna þetta munstur og fækka lykkjunum hérna megin þangað til eftir standa 97 á milli snúrukantana. Þá förum við aftur í lit 3 og prjónum milli kafla. Hann byrjar á heilli umferð yfir og síðan 44 lykkjum tilbaka, þá setjum við prjónamerkið og svo gerum við beygjuna hérna megin og millikaflan í hnútum eða lykkjum og svo aðra beygju og þetta er hlutir sem þið kunnið nú þegar og alltaf fækkar lykkjunum hérna megin. Ég kem aftur þegar ég er byrjuð í stuttu umferðunum. Ég er að verða búin að gera stuttu umferðirnar. Frá réttunni þá endum við alltaf á úrtöku og hérna voru 44 og svo alltaf færum við okkur þannig að það séu 4 lykkjur í næsta snúning og næst þá prjóna ég bara 2 og þetta byrjaði með einni langri umferð frá réttunni þvert yfir alla lykkjurnar og hér kemur þá þessi síðasta stutta, hérna var úrtaka hjá mér. Gerum 1 og 2 og þá eru 4 eftir í næstu og ég sný yfir á réttuna, færi þessa 1, tek hana yfir og þá mæti mér strax hérna úrtaka. Hef hana frekar lausa eins og alltaf í þessum beygjuköndum og þá er það að prjóna allar slétt frá röngunni þvert yfir umferðina nema náttúrulega snúrukantinn
og hér byrjum við strax með eina tvöfalda og 1 og 2 og 3 og 4 og tvöföld og 1, 2, 3 og 4 og tvöföld og svo framvegis og ég prjóna alla umferðina á enda og þá komin tími á milli kafla sem ég ætla að gera með hnútum á þessum stað eins og ég gerði á hluta 2. Ég ætla að hafa smá samhverfu. Engin skylda til þess, alltaf frjálst að gera það sem maður vill. En ég ætla að hafa þetta eins báðum megin. Og við geymum prjónamerkið af því við notum það í seinni beygjunni. Þá ég hér í upphafi umferðar og geri mínar 3 snúrukantslykkjur og ég ætla að gera hnútana sem byrja á 2 sléttum og svo fer ég hérna og sæki bandið á milli, slægi upp á, sæki bandið aftur, passa upp á lengdina hérna á lykkjunum, þær verði ekki of þéttar, ekki of fast prjónað. Það auðveldar á bakaleiðin að prjóna í gegnum þær ef þær eru svolítið lausar og hnúturinn verður líka stærri. 2 sléttar og 1, 2 sléttar og 1. En hér þurfum við að passa. Á þessum kanti eru engar úrtökur, þannig við þurfum sjálf að færa hnútana yfir á næstu lykkju til vinstri og í annarri hnútaumferðinni þá byrja ég að gera 1 hnút og svo 2 sléttar og svo 1 hnút, 2 sléttar og í þriðju hnútaumferðinni þá ger ég 1 slétta, svo hnút, 2 sléttar, hnút, 2 sléttar, hnút og svo framvegis. Á bakaleiðinni alla lykkjur prjónaðar bruggnar nema hnútarnir prjónaðir sléttir til þess að varpa hnútnum yfir á réttuna. Þannig að þetta dúlla ég mig við núna. Gera hnútana og svo kemur seinni beygjan og hún kunnugleg frá hluta 2 og líka frá fyrsta beygju hlutanum en við munum að úrtakan alltaf núna vinstra megin í lokumferðar og stuttumferðirnar eru gerðar frá röngunni að þessu sinni að því við erum að spegla hluta 2. Ég ætla að sjá ykkur aftur þegar ég er búin með beygjukaflana, búin með sem sagt 3 endurtekningar af hnútamunstri og síðan seinni beygjuna. Og þá komið að netamunstri 2 sem ég ætla að fylgja ykkur í gegnum. Ég barasta búin að klára beygjukaflan, hérna fyrri beygjan, hér eru hnútarnir mínir og hér seinni beygjan, hérna koma úrtökurnar. Prjónamerkið mitt situr enn hér, það hefði mátt fara auðvitað í síðustu umferðinni. En ég sérst komin tilbaka. Nú kemur að því að skipta yfir í netamunstur 2. Og í netamunstri 2 þá ætlum við að vinna með lit 1 sem grunnlit og lit 5 sem munsturlit. Og við byrjum á því að gera eina umferð slétt frá réttunni. Og munstrið byrjar síðan í raun á fyrstu umferð frá röngu. Hér eins og í öðrum munstrum í þessum kafla að þá alltaf sléttur kantur hér. Þessi ekki að minnka neitt, þannig að hér þurfum við ekkert annað en að byrja bara á fyrsta reit og telja okkur áfram. En staðsetningin á munstrinu hinum einn frá röngunni og hún mun aftur á móti færast og þar byrjum við svolítið inn í miðjum munsturkafla. En ég ætla að renna mér hérna yfir þessa einu grunnumferð, uppsetningarumferð og kem aftur inn þegar ég á leiðin tilbaka að setja upp munstrið. Við munum að gera úrtökuna í lok umferðar og þegar hingað komið þá geymi ég lit 1 og næli mér í lit 5 og það byrjar auðvitað á því að taka fyrstu 3 óprjónaðar.
og vöffin á munstrinu, það óprjónuð lykkja og í þessum kafla þá mun alltaf óprjónaða garnið lenda á réttunni. Fyrstu 3 lykkjurnar óprjónaðar með bandið hérna fyrir framann, yfir á rönguna. Síðan byrja munstrið þannig að við tökum 4 óprjónaðar, það bara því að ganga 4 af hér og þá á bandið að vera réttu megin. Bandið verður í munstrinu alltaf réttu megin, þannig þá það fyrir aftan og svo ætlum við að prjóna eina brugna lykkju svona. Hún brugður vegna þess að hún sléttur á réttunni, eins og sést á teikningunni. Svo tökum við alltaf 5, 3, 4, 5 lykkjur, strekkjum svolítið á hérna til að búa til slakka í bandinu og þá náum við aftur í eina lykkju hér og við erum að búa til alltaf bönd hérna á framhliðinni og þau þurfa að vera svolítið vel laus af því þau eiga eftir að ferðast svolítið upp. 2, 4, 5, 1 brugðin lykkja. Gerum þetta svona út umferðina, það kemur þegar ég alveg komið þangað. Þá það síðustu 5 óprjónuðu, 1, 2, 3, 4, 5, 1 brugðin og svo fæ ég bandið hingað yfir og tek óprjónað. Þá lítur þetta svona út frá réttunni og ég ætla að búa til samskonar munstur réttu megin frá. Núna prjóna ég snúrukantinn og tek eina og þá bandið hérna megin og svo slétt. Og svona út umferðina, í raun og veru doblum það sem var gert í síðustu umferð. Og hér eins og áður þurfum við að passa upp á þessi slakki á bandinu. Og nú kemur að því sem frábrugðið í þessu munstri, miðað við öll önnur í þessum kafla, þessum hluta, af því að, eins og þið áttu ykkur kannski á, að þetta ekki raunveruleg umferð. Stykkið ekkert að lengjast við þetta, það bara að koma þessir auka einu og eina lykkja. En við erum ennþá bara með eina umferð af grunninum og þá ætlum við ekki að gera úrtöku í endanum. Við ætlum að leyfa munstrinu að vaksa á eðlilegum hraða en ekki láta þessar hérna skrautumferðir stytta það að óþörfu. Þannig að nú tek ég aftur hérna 4 og prjóna vissulega snúrukantinn en ég geri það án úrtöku. Þannig hér kemur bara 1, 2, 3 og athugið ekki úrtaka hér. Úrtökurnar bara gerðar með dökka litnum, ekki þessum ljósa. Þá ég búin að setja inn þetta hérna munstur eða skraut og núna koma 4 umferðir af lit 1. Tökum þessar óprjónaðar og við ætlum að prjóna brugðið frá röngu, sléttur og réttu og við prjónum yfir þessar í lit 5, tökum þær bara prjónaðar eins og hinnar og brugðið hérna, sléttur og réttunni, þar kemur úrtaka í endan, svo aftur brugðið og svo ætlum ég að koma í 4. umferðinni því þá gerist næsta atriði í þessu munstri. Þá ég búin að gera 3 umferðir í lit 1, 1, 2, 3 og nú kemur aðalfjörið sem að búa til net úr þessum böndum. Hérna bara fyrsta lykkja með prjónum hana og 2 og 3 og svo svona öfugt U á myndinni sem þýðir að við tökum þessi bönd hér með okkur, prjónum þau með lykkjunni, vörpum þeim yfir prjónin og þá sitja þau hér. Og nú prjónum við 5, svona og tökum þetta band, þessi bæði bönd hérna upp og prjónum þau yfir. Og þetta ástæðan fyrir því að böndin þurfa að vera svolítið slök vegna þess að þau að búa til siksak, þau að búa til net. Ef þau væri mjög stíf að þá myndum við fá svolítið rykkingu í efni, þá myndum við að krumpa sig saman á þennan veginn sem alveg effekt og býr til þrívídd en við ætlum kannski ekki að gera það akkurat hér og nú. Og svona tökum við og út á enda, alltaf 5 og hífum þetta yfir. Nú erum við að ríða net sko, það ekki fiskast ná að gera að netunum. Hérna
Og þetta er í raun og veru miðjulykkjan af þessum 5 sem voru á milli. Hífum við þetta upp, 1, 2 og hérna kemur miðlykja, 3, 4 og 5 og hér er miðjan í þessum kafla. Og í næstu endurtekningu að þá erum við að hliðra öllu 3 lykkjur þannig að böndin lenda á misvíxl. Sjáum það betur í bakaleðinni. Og 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og hér er mjög augljóst af hverju við viljum hafa lit 5 vel frábrugðin hérna lit 1 vegna þess að annars myndum við ekki sjá þetta svo vel. Einn og 2 og 3 og 4 og 5 og þessi ætlar að koma hér á upphækkun og núna gerist 20 í einu. Við ætlum að draga þessi bönd upp og við ætlum líka að gera úrtöku. 1, 2, 3, 4 og 5 náum við hér. Við náum ekki alltaf að gera 5 í lokin. En nú tökum við bandið og skrýtna táknið sem er svona eins og öfugt með gástriki, það er akkurat þetta. Við erum að lyfta bandinu og taka 2 saman hér. Soddan, þannig nú erum við 4 þræðir sem hoppa hérna yfir og þá erum við komin út á enda. Ástæðan fyrir því við prjónum þessa snúrukanta þó við séum ekki að taka úr með ljósa litnum er að við þurfum að festa þau til beggja enda. Annars værum við bara með einhvers konar lausa lufsu hér. Svona, þá er litur 1 búinn í bili og við ætlum að setja upp næsta net, leggja næsta net. Og það er alltaf, hér skiptir máli að geyma bandið alltaf á röngunni. Þegar við erum að prjóna með lit 1 að þá geymum við lit 5 á röngunni til þess að vera hérna. Þetta fellur svolítið bara inn í snúrukantin með tímanum og við tökum fyrstu 3 óprjónaðar með bandið fyrir framan, aftan í rauninni á röngunni, smellum þessu hingað. Nú er ekkert mál að telja vegna sem við ætlum að prjóna í þessar hérna lykkjur sem við sjáum alveg merktar fyrirfram. Þær eru, hérna vorum við áður að prjóna eina lykkju, núna ætlum við að prjóna hana hér. Þannig það liggja býsna augljóslega við okkur. Og samkvæmt teikningunni erum við með 5 óprjónaðar, það er 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og þetta stemmir. Pössum upp á slakkan hér og prjónum þessa brugna. Og við laumum inn á 5 lykkja fresti, þá laumum við einni í brugðinni. Pössum alltaf upp á að strekja hér til þess að fá nægilega laust band. Og 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og þetta hittir alltaf á þennan hérna hvíta lit á bakliðinni. Gæti ekki verið einfaldara. Og þannig í raun og veru uppsetningin er bara þarna allra fyrst og svo erum við bara að lesa þetta úr því sem við erum að gera. 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og yfir og 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og brugðin og 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og brugðin. Og 1 og 2, 3, 4, 5, alltaf að strekka á milli. Og þetta er í raun og veru bara liggur við svona utan og liggjandi prjón sem við erum að gera núna. Þetta er ekki í rauninni partur af sjálfu prjónlesunu, þetta er skraut og við erum bara svona að ankera þetta fast í
bláu lykkjurnar, prjónum vissulega hérna en þær verða bara svona lítilli kúlu í raun hér. 1 og 2 og 3 eru hér á endanum. Og svo förum við bandið hingað yfir á rönguna og tökum áprjónaðar. Svona, snúum. Þetta fer að verða fallegt. Svo mun þessi hoppa upp líka. Og á bakaleiðinni þá prjónum við snúrurnar en gerum ekki úrtöku. Og bara endurtökum nákvæmlega það sem við vorum að gera. Doblum alla þessa línu. 1, 2, 3, 4, 5. Og það verður ekki úrtaka í lokin. Ég búin að hlakka mikið til að fá að gera þetta munstur í sjálfinu. Þetta eitt af þeim fallegri. Alltaf að strekja svolítið. Svona, svo sjáum við hvert við erum komin hér. Hvað situr eftir hérna eftir úrtökuna. Það eru 5. Og endum á því að prjóna snúrukantinn án úrtöku. Svona. Og núna í raun bara áfram meira af því sama. Þetta hliðrast í hvert skipti sem við endurtökum. Næst verður það þessi hérna í miðjunni sem við prjónum. Nú gerum við brauð frá röngu, slétt frá réttu, brauð frá röngu og síðan prjónum við þessa sem við hífum upp endana. Og þar með í raun þetta munstur komið á hreint. Muna bara alltaf að þegar við erum með ljósa litin þá tökum við ekki úr hérna. Tökum hins vegar úr þegar við erum að gera með hennan dökka. Og það kemur alltaf 1 ljós, 2 dökkar, 1 ljós. Fínt, ég ætla að halda áfram og sé ykkur þegar ég er lengra komin í þessu.